Góðan og blessaðan daginn og takk fyrir þennan fallega flutning, Davíð Þór Jónsson. Hann var hér að spinna í kringum verk eftir hinn heimsfræga Jóhann Sebastian Bach. Víðfrægur maður, Jóhann Sebastian. Davíð Þór líka. Ég heiti Ragnar Ísleifur Bragason og ég ætla að vera kynnir hér í dag og verið velkomin á þessa stund. Hún til heiðurs Reyni Friðfinnssyni, listamanni. Og hér munu vinir og samstarfsfólk Reyns minnast hans á hvern þann hátt sem þeim þykir viðeigandi. Og það má segja með sanni að dagskráin sé mjög fjölbreytt. Þessi viðburður samstarfsverkefni Friðfinnsson stofnunarinnar í Amsterdam í Átta Gallerí í Reykjavík, Gallería Elba Benítez í Madrid, Missen Gallerísins í Brussel, held ég ber rétt fram, Nordenhage í Stockholm, Berlín og Mexikoborg, Papillon í París, Listasafn Reykjavíkur og Murmur Productions sá framkvæmd viðburðarins. Good afternoon everybody. Aren't you glad? Welcome to this moment to honor the artist Hreinn Friðfinnsson. His friends and co-workers will here leave a remembrance in his honor. And we are going to have all kinds of activity here today. This event is the collaboration of the Friðfinnsson Institute in Amsterdam, í Átta Gallery in Reykjavík, Galleria Elba Benítez in Madrid, Messen Contemporary Art Gallery in Brussels, Nordenhage in Stockholm, Berlin and Mexico City, Papillon in Paris and the Reykjavík Art Museum. Murmur Productions produced the event. This event is going to be mostly in Icelandic. So, if you do not speak Icelandic, I'm very sorry for you, it's a beautiful language. But feel free to find someone, like a partner, that speaks Icelandic, that can maybe translate for you, roughly whispering what is going to happen here today. Safnið sjálft opið til klukkan 5 og það mun ef til vill berast hingað inn svona hljóðmynd úr verkinu Flóð sem hér staðsett í safninu og einnig opið hús í vinnustofurýminu Hafnarhás sem staðsett hér á hæðunum fyrir ofan okkur. Og hér gæti líka flogið yfir einu og einn flugvél eða þyrla. En það nú bara hluti af því að vera hér á þessu landi. Og þessi viðburður stendur yfir í rúmlega 2 klukkutíma og það ekki hlé, en það má alveg fara fram, fara á klósettið. Við skulum samt reyna að fara ekki út og inn á meðan það atriði í gangi. So this event is a little bit more than 2 hours. And there is no intermission, but you're welcome to go and use the bathrooms and so on, if you need to stand up. However, I kindly ask you not to go outside while something is going on the stage. And we have sounds from something here in the museum, and that's okay. This is live. Og já, ég ætla bara að vera hér að halda svona utan þetta allt saman og vona bara að þið skemmtið ykkur vel. Fyrst stígur á stokk Birta Guðjónsdóttir og hún ætlar að segja nokkur orð. Gjörðu svo vel. Takk Ragnar, takk safnið, heyrið í mér. Mér langar fyrst og fremst að þakka fyrir að fá að segja nokkur orð Reyni til heiðurs. Ég ætla eiginlega bara að segja frá tvennu sem kom fyrst upp í hugan þegar ég vissi af dagskráni í dag og ég ætla líka að setja skeiðklukku í gang því að bara ég veit að við erum svo mörg sem langar að koma einhverju á framfæri einmitt í þeim anda. Mér langar að segja frá því þegar að ég kynntist Reyni og það var löngu, sem sagt persónlega og löngu eftir að ég kynntist verkum hans kynntist ég þegar ég var táningur og höfðu alla tíð síðan og gera enn og ekki síst hér í dag þegar maður mætir þeim mörgum hverjum, gömlum kunningjum
mikil áhrif og sterk áhrif á mig eins og þau hafa gert á okkur mörg og flest hér í salnum, gerir ég ráð fyrir. Ég var svo heppin að kynnast Hreini persónulega í gegnum fornvinans Pétur Arason, safnara. Og þannig vill til að þeir vinirnir, fornvinirnir, hvöddu okkur með stuttu millibili fyrir skömmu síðan og kannski hugsa ég til þeirra beggja þegar ég er hér í dag. Mér langar að segja frá einni hlið af svo mörgum skemmtilegum hjá Hreini sem var svo að þegar við höfðum unnið saman að nokkrum af sem áttu eftir að verða margar sýningar og verkefni sem að ég var svo heppin að vinna með honum, að þá komst það með okkur vinátta og Hreinn, ég stödd hér á landi að mestu eða á einhvers konar flandri og ferðalagi, hann staddur í Amsterdam og við fórum að hringjast á vinirnir og símhringingarnar hættu að snúast eingöngu þau verkefni sem voru í vinnslu og einhver praktísk atriði, hvort þetta verið svona eða hinsegin. Mörg af þeim símtölum snerust mikla óvissu titla á verkum hans, því að hér og þar voru bara allskyns titlar og ekkert alltaf rétt haft eftir honum. Og ég kynntist því að hann lákaði gjarnan að breyta titlunum og breyta jafnvel verkunum og taka sum úr safnegnum og sýna eitthvað allt annað. Hann langaði stöðugt að endur nýja sig. Hluti af þeirri endurnýjun var líka hluti af því, ég var eiginlega að vona að kæmi annarkvort flugvél eða þyrla á meðan ég talaði, af því þá getur maður verið svona bara, já, það er eitthvað með okkur hérna í háloftunum í dag. Hérna fyrir við þyrla akkurat núna, eða heyri í henni. Og þá hófust símtöl sem að urðu svona, ég myndi segja svona verkaröð eftir Hreinn, hann hefði aldrei skrifað undir það, sem voru símtölin hérna, heyrðu Birta, það er eitthvað samkeppni hérna sem ég beðin að taka þátt í hérna á X stað hérna næsta ári. Hvað finnst ég ætti að gera? Og fyrst þegar þessi símtöl bárust mér að þá svona fannst mér ákveðin upphæðin samt svona tók það sem gríni. Og þetta var náttúrulega hálfgert grín en samt ekki því að símtölun urðu ansi mörg og ég myndi segja að þau hafi verið svona, já, takk fyrir þessa þyrlu. Ef ekki aðeins að leyfa að líða hérna yfir. Þetta var gott cue, finnst mér, hérna í upphafi dagskrár. Þá hringdi hann all oft og það voru alltaf svona spurningar. Hvað finnst ég ætti að gera? Hérna og ég kom með einhverja hugmynd í símann. Já, og ég meina og það ræddu við þær hugmyndir. Og náttúrulega tók mér smá tíma átti mig á hvað hann væri að gera. Hann var náttúrulega stofnað til svona samtals sem hann svo líka náttúrulega stofnaði til. Nú horfi ég á þig, Kristinn Hrafnsson, hérna á fremsta bekk, sem hann stofnaði til við þig sem listamann og komrad og félaga og fleiri. Að bara stofna til samtals í raun og veru. Ég held að hann hafi nú varla verið að framkvæma neinar af þessum hugmyndum og kannski við mörg í salnum sem fengu svipuð samtöl beiðnir hugmyndir að verkum. En þetta hristi upp í manni og mér finnst þetta alltaf ég fyndið og bara merkjum hans góða svona subtle húmor sem er sletti nú. Og annað sem mig langaði bara í dag maður hugsa daginn sem bara þakkar gjörð að það er að ég var svo heppin að verja jólum með Hreini í Amsterdam. Þá einhvern tíma hringdi ég í hann, ég ætlaði enn sem oftar að því ég veri jólum utan Íslands yfirleitt
varði jólum í einveru í Amsterdam og hringdi hann og sagði hann ég var á leiðinni hvort hann myndi vilja hittast og þá kom væri nú gaman að hitta en leiðilegt ég verð heldur í Ástralíu þegar þú kemur jólin og það svona hljómaði ekkert mjög svona sannfærandi, hljómaði í mínum eyrum eins og hann væri eins og ég að reyna að sko forðast jólin, sem sagt, forðast konseptið og bara já, æleiðilegt og bara hafði það rosa gott og svona. Svo hringdi hann í mig á aðfangadag, ertu í Amsterdam? Já, heyrðu, eigum við ekki að hittast? Og við gerðum það á uppáhaldsveitingastæðnum hans í Fondelpark sem að margir hafa hitt hann á og ég man ekki hvað heitir. Og þar var hann okkar maður búinn að ekki bara panta borð, heldur panta alla réttina, hvort það var 5 réttað og eitthvað svona, eitthvað gæs og eitthvað voða stemning. Og við snæddum saman og hann var þar eins og sá það royalty sem hann var og alla tíð. Allir á staðnum þekktu hann og vissu nákvæmlega hvað hann vildi og vildi ekki og svo framvegis og svo þegar við fórum út í hvirfilbyl eða í bil sem sagt, snjóbyl ætla ég nú að segja og biðum eftir leigubíl þá byrjaði hann að syngja jólalög og einhvern veginn þessi stund með Hreini Friðfinnssyni í snjóbyl í Amsterdam á aðfangadagskvöld með magan fullafinn af gómsætum mat og hjartafullt af kærleika hvort til annars. Það ógleymanleg stund og mér langar að þakka fyrir hana, fyrir hann, fyrir okkur öll og færa eitt koss. Takk fyrir mig. Take 21, the video for Rein Fridtfidsen. Maybe I should make it take 22. What do you think? Rein, should I do this again? Okay, let me try this again. Take 23. Rein Fridtfidsen, you have one thing in common. We both cannot pronounce our names. I've been trying to think about where we actually met for the first time. I know I went to visit you in your old address near the Pijp in Amsterdam, as of course I've been bumping into your work on many different occasions and have always been very, very intrigued and fascinated. And I thought it was maybe quite a nice way to say a form of goodbye, because I don't think it actually is a goodbye. It's probably just a rendezvous in the future, because in all those years that we have spoken to each other, and me now looking over the beautiful skies and the gorgeous landscape, you have brought magic to everybody's life, and particularly to mine. We've worked on so many different occasions, and one of the last projects you did and we did, well, particularly we did, together with Andrea Bellini, was how to catch a fish with a song. I think that's like the perfect way of describing you and your way of looking at the world. And it's because of you that I actually fell in love with those crazy Icelandic people. I mean, their creativity and their beauty in regards to their own body and the nature they are surrounded with has always been a deep inspiration. So I'm all on my own. I also take a break from the world, and I found this, which I think is also very perfect, this Albert Einstein quote. It's of course it's in German. That's still my last, I guess, relationships to that country. Wenn eine Idee nicht zuerst absurd erscheint, taucht sie nichts
I think that's exactly one way of looking at you. And I have a golden pencil that I stole somewhere in a hotel room. And one of the first pieces that I saw of yours, and one of the first pieces that I would ever in my entire life buy, is me and my fantastic drawing skills. How to draw a tiger. But I think you are the tiger. You will always be the tiger. And I will miss you dearly. And as you will know, I will love you from the bottom of my heart for eternity. Zoning out, looking at the sun setting. Big kiss. Já. Og næstur á svið Jónatan Garðarsson, hann ætlar að segja nokkur orð. Gjörið svo vel. Það vill svo skemmtilega til að ég kynntist Reyni einmitt hjá Pétri Arasyni þegar ég vann í Fagó 1978. Og þetta sumar fór ég með kærustunni minni, sem núna kona mín, út í Hraun fyrir sunnan Straumsvík til að skoða það lítinn kofa sem sneri öfugt. Það er að segja bárjárnið var innan í húsinu og utan á því var betrekk og rammar með myndum. Og við vissum það ekki þá en fréttum síðar að þetta var eitt af verkum Hreins. Hann hafði sem sagt komið þessu kofa fyrir ásamt aðstofafólki, tekið ljósmyndir af honum og nefnt The House Project. Og þessi kofi er í keri eða niðurfalli í hrauninu sem heitir Smalaskólaker og það rétt við Smalaskáli sem hæð og þetta var hraun sem við höfum gengið mjög oft bæði saman og í sikkur lagi og þekktum vel en áttum okkur ekki á að þarna væri þetta einkennilega ker og ef maður gekk fram á brúnina þá horfði maður á þennan kofa. Mjög merkilegt. Þessi kofi var byggður í anda Sólons Guðmundssonar sem sagt frá íslenskum aðlið sem Þórbergur Þórðarson skrifaði kallaði Slungaríki. Hann byggði sitt hús fyrir utan Ísafjörð eftir að hann fekk ellilaun og vildi að fólki sæi hvað var fínt inn í húsinu þannig að hann setti það allt utan á það og Hreinn gerði slíkt sama. Við fylgdumst reglulega með þessu húsi og fórum þarna mjög oft, bæði við tvö og síðan með vini og kunningja og sáum hvernig húsið grotnaði hægt og rólega niður, betrekki það flettist af, myndirnar skemmdust, það komu þarna menn með haglabyssur og skutu í húsið, það svona veður og vindar tóku við og síðan gerist það að húsið var svona orðið frekar óhrjálegt. Árið 2001 þá hitti ég Hrein fyrir tilviljun, þar að segja hann var að sýna í galleríi sem að frendi minn átti, Ljósaklif. Sýningi hét eitthvað hvorki hvítt né svart og Einar Már Guðmundsson, móðurbróðir minn, hann sett upp þessa sýningu með Hrein og ég fekk aðeins að hjálpa til og spjallaði við Hrein og spurði hann út í kofan út í Hrauni eða húsið, The House Project. Hann sagði þetta hús skiptir engu máli, það búið að þjóna sínum tilgangi, það átti bara að taka við eina ljósmynd eða 4 eða hvernig sem þetta var og síðan hef ég engan áhuga á þessu húsi.
Síðan gerist það 3 ára setna, Pétur Arason með sýningu í safni og það sem að Hreinn að sýna, hann stillir þessari sýningu upp og ringir í mig og spyr hvort ég vilji tala við Hrein, hvort ég sé til í að taka viðtal. Þá var ég með þátt sem hét Mósaík, menningarþáttur í sjónvarpinu og ég segi, ég er margbúinn að reyna að fá Hrein til þess að koma í viðtal, hann vill ekki tala við neitt. Hann vill tala við þig. Og ég tek við að viðtal út af palli, myndatökumaðurinn var að fara út, hljóðmaðurinn var líka að fara út, við vorum sátum hann bara 2 og ég fer svona í lokin að spyrja hann húsið og segi við hann, það var nú gaman fyrir það að koma og sjá hvernig það lítur út. Hann segi, ég hef engan áhuga á því. Allt í lagi segi ég, en för samt með myndatökumannin út í Hraun og við tókum myndir af þessu húsi og svona skutum þau inn í lokin á innslaginu. Og þá gerist það að sjálfsögðu að Hreinn vera að hringja og spyrja hvernig húsið hafið það. Og ég svona lýsti því og síðan ræddi við hitt og þetta og einmitt hann spurði hvort ég væri með einhverja hugmyndir að listaverkum sem ég hafði að sjálfsögðu ekki. En þessi samtöl Hreins voru þannig að ég vissi það að þegar hann var að hringja þá var ég að eiga dálítið góðan tíma því að það þýddi ekkert að segja við Hrein ég er upptekinn. Hann sagði reyndar, ég nokkuð að trufla, hvar ertu núna? Og yfirleitt var ég að vinna heima þannig að ég hafði enga flóttalið. En síðan gerist það árið 2009 að mig minnir að ég sé reyk, ég spýð þannig að ég horfi út á Reykjanesskagann og ég horfi í áttina að eldgosinu þegar það þannig að á leiðinni þar Smalaskólaker og húsið ofan í kerinu og ég vissi að það var búið að tæta þetta allt í sundur og ég sé að það reykur sem kemur upp akkurat á réttum stað og ég reikna það út að þarna sé þetta í Smalaskólaker hugsaði vera að kveikja í restinni af húsinu. Þannig að ég hringi á slökkvilið og það kölluð út sveit frá varnarliðinu með þyrlu sem að fer með vatnandi yfir því að það var að byrja að brenna mosi og trjágróður og eitthvað fleira. Þannig að það slökkt í þessu. Næst að Hreinn hringi þá segi ég það fór illa fyrir húsinu. Það eiginlega bara brunnið og fullt af gróður hérna í kring. Þá sagði hvað finnst þér ég að gera í því? Ég segi, ég veit að þú ert búin að gera hús númer 2. Hvernig verður að gera hús númer 3? Það glötu hugmynd. Það var eina hugmyndi sem ég kom með. Síðan líður og býður og hann hefur samband við mig og segir, ég er með verkefni. Ertu til í að aðstoða? Ég segi, já, hvað er það? Það er búið að smíða hús númer 3. Það er stálgrind, útlínur húsin sem var í Smalaskólakeri. Og nú er ég með menn sem eru búin að smíða þetta hús og þeir eru að fara með húsið á kerru og þeir eru að komnir eftir klukkutíma út í Hraun og þú þarft að lóðsa þá. Ég fór að staða sjálfsögðu. Í náttbuxum og ég fór endar í góða skó. Þeir keyra með húsið á kerru inn í Hraunni, það er mjög erfitt að komast yfir þetta Hraun og við erum að stoppa, eða þeir með kerruna dálítið langt frá Smalaskólakeri og við erum hérna 4 fullorðnir karlmenn og 3 unglingar og við byrjum að bera húsið níðþungt af kerrunni í áttina kerrunni og kerið svona bratt. Það er bara beint niður. Og við vorum að bögglast þetta í dálítinn tíma en okkur tókst að fara með húsið niður í kerið og steypa og festa það. Hann vissi að ég var í félagsskap sem hét Umhverfis- og útivistarfélag Hafnarfjarðar og síðan í Hraunavinnum og þegar að hann biður mig að vera einn af þeim innan handa þá segir hann, má ég láta fara með húsið og koma þig fyrir, það verður varalegra en hitt húsið í Hrauninu þínu. Ég segi, ég á ekkert í þessu Hraunni. Ég er búin að lesa grein eftir því sem skrifaðar húsið og Hraunið og Smalaskólaker og langafa kona hennar sem átti þetta land á sínum tíma, þú átt greinlega þetta Hraun. Og ég segi, ég gef bara leyfi. Þannig að húsið er í mínu leyfi þarna út í Hraunni, samkvæmt þessu. Síðan hringdi hann reglulega í mig og spurði hvernig húsið hefði það. Það var komið nýtt hús, það þurfti að bera á það einhvert efni þannig að það myndi ekki ryðga og eitthvað fleira þess háttar. Og ég lýsti því. Og í einu símtalinu þá segir hann, hvernig get ég náð loftmynd af þessu húsi og Smalaskólakeri? Já, ég veit það ekki.
Það er náttúrulega hægt að fara með flugvél en hún hlýtur að fljúga dálítið hátt. Það er bann á því að fara í lágflug á þessu svæði. Þetta er æfingasvæði í flugvéla og það er ekki fljúga lágt og þyrlum ekki fara lágt þarna heldur. Ekki bara finna einhverja gervitunglamynd. Jú, prófum það. Og ég fer og leita að gervitunglamynd, loftmyndum og fleira og það er allt svo grófar myndir að honum fannst það ekki passa neitt. En ég segi, hvað með dróna? Já, þekkir eitthvað sem á dróna? Ég segi, ég þekki engan, ég veit samt fólk sem á dróna og ég get reynt að hafa sambandið þá, eða það fólk. Það var reyndar ekkert út því að ég hefði samband, en næsta sem ég veit er að það er sýning í Ásmundarsal, þar sem er svona hólkur og einhverja linsur inn í hólknum og þegar maður horfði á ákveðnum stað þá kom húsið á loftmynd eins og upp úr hólknum fyrir einhverja algera töfra sem var algjörlega í anda hreins. Hann var algjör töframaður í þessu. Þegar Hraunavinir mótmæltu vegalagningu á Álftanesi og nokkrir voru handteknir, 10 manns nákvæmlega, og átti að ásaka þá og kæra, þá hringdi hinn í mig og sagði, þitt fólk var handtekið, varst þú í þessum hópi? Ég segi, nei, ég var bara ekki á staðnum, þannig að ég slapp með skrekkinn. Hvað verður gert? Ég segi, þetta fólk verður ákært og fær auðvitað sekt. Og hvað get ég gert? Ég segi, kannski getur lagt peningin á reikningi hjá þessu félagskap. Og ég veit að hann gerði það. Þetta var ekta hreinn. Minning hans lifir, ég á mjög margar dýrmætar stundir í símanum með honum, hitt hann okkur sem þegar hann kom inn heim, þá var hann komin í hjólastól, þannig að ég var að fara til hans, hann kom ekki til mín. Hann vildi ekki koma með mér út í Hraun og skoða húsið, en húsið er þar og verður þar væntanlega eilífð. Takk fyrir. Elsku Hreinn og elsku þið öll hin. Nú er hann Hreinn handan, kominn bak við huluna þunnu og horfir á okkur á sama hátt og verkin hans hafa hort á okkur í gegnum síðustu áratugi. Við Hreinn vorum leiddir saman árið 1998 að Maríu Pétursdóttur og Braga Halldórssyni í röð sýninga sem hét Dangerous Liaison. Haldin í gallerið þeirra Fisk efst á Skólavörðustígnum. Þetta var greinilega pönn á þekkta bíómyndum, ástarævintýri 4 einstaklinga, leiknum af hinum stórfenglu og góðsagnakenndu leikurum John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman og Glenn Close. Allt mjög þokkafullir leikarar sem leika hættulegan leik tælinga og ásta. Hugmynd Maríu og Braga var sem sagt að leiða saman eldri og reyndari listamann með ungum og óreyndum listamanni og bjóða þeim að gera sýningu saman. Árið var 1998. Við hittust á Mokka og ákváðum að vegna þess að við vissum lítið hvorn annan ættum að gera eitthvað sem hvorugur okkar hefði nokkuð að gert áður. Og við ákváðum að fara í laxveiði. Við leigðum laxveiðistöng, keyrðum að þessari á, fórum með vöðlur og veiðigræjur og stígvél og maðka og spúna og flugur og allt og vöttum okkur út í ána til þess að veiða lax. En eftir svona hálftíma þá hafði þetta þróast þannig að stangirnar lágu einhvers staðar á bakkanum og hann var að skrapa á yfirborðið á steinum með grafíti og ég var að taka ljósmyndir með kvikta virtual reality út í á og hjálpa honum síðan að taka myndir af sólarljósinu brotna upp í liti í gegnum prisma og lenda í hendina á honum. Seinna árið þá var ég að fara til Berlínar til að taka þátt í litlu listaverkefni með vinum mínum í Berlín og hafði verið á Suðureyri að mála þak á leikskóla til að eiga fyrir flugfarinu en átti þá ekki fyrir mat. Þannig að Hreinn gaf mér væna summu af pening og sagði að ég hefði unnið alla vinnuna við sýninguna sem var náttúrulega bara vitleysa. En hann var bara svona næs. Þannig að ég gat farið í þessa ferð og sem varð svo til þess að seinna sama ár þá pakkaði ég öllum mínum föggum saman og sendi til Berlínar og þar sem ég sit nú 25 ára síðar og ég var einn af ótal mörgum sem hann hringdi í reglulega
og við áttum dásamleg samtöl, oft vikulega í mörg ár og stundum baða mig sem vinagreiða að taka nokkra ljósmyndir fyrir sig sem að ég gerði og það enduði sem verk eftir Hrein og ég ofsalega glaður að fá að hafa verið hluti af því. Slæ báðum á þráðinn til þín, Hreinn, og ég þakka ykkur hinum fyrir að gera þessa frábæru sýningu á Íslandi. Takk. Já, þá komið að því að Magnús Logi ætlar að flytja gjörning og bara gjöra svo vel. Já, góða kvöldi. Ég heiti Magnús, eða eins og Hreinn kallaði mig alltaf Mangi. Mangi minn. Það var svona. Mangi minn. Hann var svo eini sem kallaði mig Manga. Og ég byrjaði sem aðstofamaður fyrir hann. En það gekk hálf brösulega eftir að hann ásakaði mig að hafa eyðilagt vegginn sinn á vinnustofunni. Þannig að við bara ákváðum að vera vinir. Og svo upp frá því þá urðum við einir nánustu vinir. Það tekur tæmerinn á. Og þessi performance sem ég ætla að reyna að gera núna hann bað mig einu sinni að gera performance með krítatöflu. Og hér krítatöfla. Og ég ekki alveg viss hvort þetta virkar með krítatöflu en ég geri bara eitthvað með krítatöfluna. Og við höfum verið að plana svolítið lengi að gera sýningu með tengingunum okkar. Þannig að svona flestir sem við hittum héldu að við værum náskyldir, héldu að við værum faðir og sonur, sem var náttúrulega ekki. Og við fórum í Íslendingabókina, þar sem nánast allir geta rekið ættir sínar eitthvað niður í 7 eitthvað. Nema hjá okkur, þá var alveg niður í 10. Þannig að við vorum langt frá því að vera eitthvað skyldir. En svo var það eitt kvöld sem ég var með sýningu í Amsterdam. Ég bjó í Amsterdam, ég hitt hann þar fyrir rúmum 20 árum síðan. Ég var með sýningu þar og það var svona klúbbur líka, þessi sýningarsalur, einhver svona listaklúbbur. Og ég fekk aðgang á klúbbnum því ég var með sýninguna. Þannig ég ákvað að bjóða Hreini á restaurantinn og Rúnu Þorgels sem býr líka í Amsterdam, góð vinkona. Og við fórum 3 saman á restaurantinn og þar var einn kennari eða prófessor á skólanum að borða og hafði séð okkur. Ég sá hann ekki neitt við hann. Og svo daginn eftir kom svo saga í skólan að Magnús hafði verið út að borða með foreldrum sínum. Þannig að hringdi eins og skoti í Rúnu og sagði hann að við ættum son. Þannig að þó við værum ekkert skyldir þá
gengur samt sögusagnir að við værum faðir og sonur. Og svo þessar tengingar sem við vorum svona að reyna að vinna út úr, hvort við getum haft einhverja sýningu með að við fundum út að við vorum báðir í fiskamerkinu, við höfum að reyna að gera eitthvað í því, við verðum að nota töfluna og svo vorum við frekar rólegir báðir. Við fyrsta daginn sem við hittumst, það var sýningu í Amsterdam og það var einhver sem kynnt okkur, ég man ekki alveg hver það var. Og þá svona læddist hann til mér og spurði hvort við vildum ekki koma út að borða. Og ég sagði, jú, við getum gert það, við getum athuga hina, hvort að koma með okkur. Og það bara, nei, við erum uppteknir. Og upp frá því þá urðu svona daglega fórum við á restaurant og svo bíó á eftir. Ég fekk með mína steik og hann fekk sinn fisk. Og hann hafði það fyrir reglu að ef það var Hollywood-mynd, þá fengum við okkur popp og kók. En ef það var í listamynd, þá mætti ekki fá sér popp eða kók. Þannig að þetta voru svona einhverja tengingar og gaman að bíó. Og svo kannski svona sterkasta og svona viðkvæmasta tengingin sem við höfðum. Hann fór að spyrja um mömmu, eitthvað svona, hvenær hún lést og eitthvað svoleiðis. Og ég sagði, já, svona, svo fór ég að spá í mömmu hans og eitthvað svona. Þá áttum við okkur á því að báðar mæður okkar dóu í desember 1990, þannig að það voru bara 2 vikur á milli þeirra. Og honum fannst það svona svakalega sterkt að þá þyrfti nú eitthvað að gerast með þessar tengingar. En já, þannig að þetta allavega einhver byrjun á þessu tengingaprojekti hjá okkur. Og svo voru það náttúrulega yogi te sem við drukkum og finnsku inniskórnir. Það eru svona finnskir inniskór sem ég sendi honum, ég geng alltaf í finnskum inniskóm og ég sendi honum reglulega cirka einu svona ári í gegnum árin inniskóna. Hann fekk alltaf nýja skó. Og já, og svo svona líka að hann sagði einu sinni að ég sendi honum oft myndir af strákunum mínum, synum mínum 2. Og þá notaði hann þær alltaf sem listaverk, bjóð til verk úr því og ég sagði, þetta er ekki verk, þetta eru bara myndir af strákunum. Og það skiptir ekki máli, þú ert verkið mitt. Það var alveg sama hvað ég sendi honum, það var verk. Og ef ég var með performance og sagði honum frá því, þá sagði hann, þetta er minn performance. En ég var einhvern veginn alveg bara sáttur við það. Fannst það bara allt í lagi, hann mátti alveg eiga þetta allt saman bara. Þannig að, já, ég held að það sé bara komið gott, en það er svona, já, hann var bara flottur og ég saknaði hans alveg rosalega mikið og ég hélt ég myndi ekki komast í gegnum þetta en ég komst, en takk fyrir. Já, takk hérlega fyrir. Og næstur á svið Helgi Þorkels Friðjónsson og gjörðu svo vel. Já, góða kvöldið. Ég var beðinn að tala ekki lengur en í 5 mínútur, ég gerði
5 mínúna upplestur æfðan heima. Og ég vona að mér takist að vera innan marka, en ég er svolítið hæglæg, sko, þannig að gæti verið svolítið lengra. En ég er einn af þeim sem hringdi oft í, mjög oft. Stundum sleppti ég að taka upp tólið en þess að það var svo mikil tíma og ég átti alltaf að gera eitthvað, þannig að ég var í misgóðu stuði fyrir það. En ég ætla bara að lesa þetta upp eins og bara bók. Hreinn hringdi oft í mig og ég gæti sett upp heila sýningu á samræðum okkar og vígslugmyndum. Áður en hann var bundinn hjólastólnum kom hann alltaf við á vinnustofunni minni þegar hann var á Íslandi. Og við spjölluðum löngum stundir saman og hann sofnaði út frá spjallinu og svo vaknaði hann og spjallið hófst aftur. Sama þegar við báðir vorum annars staðar. Hann var með fyrstu sýninguna í ganginum á Laufásvegi 79 í janúar 1980. For the Time skrifaði ég eftir hans fyrirmælum hvítum límhástöfum á hvítan vegginn sem blasti við þegar gestir komu upp á pall úr ringstiganum og á gagnstæðum vegg Being. Gesturinn las þá leið og hann sneri sér í hring Being for the Time eða For the Time Being. Og sama myndaði þetta hring og mæleiningu fyrir ganginn. Eftir fyrirmælum Hreins vélritaði ég á lausblöðung í katalóg sem ég prentaði fyrir fyrsta sýningar á gangsins og skrifaði öðrum megin á blaðið og hinum megin stund. Og það var hægt að lesa víxlverkandi stund stund þegar maður snýr blaðinu. Í huganum gerði ég mér þetta kennimerki gangsins og mér finnst þetta verk segja mikið Hrein. Hann var með 3 einkasýningar í ganginum og sagði alltaf við mig að gangurinn væri ég átta besti sýningarstaður á Íslandi. Og þar vildi hann helst sýna og væri alltaf tilbúinn þegar ég vildi. Ég veit ekki hvað hann sagði við aðra. Næst sýndi hann málarahrærispýtur í fyrsta skipti 3 saman, held ég fyrsta skipti hann sýndi hrærispýturnar. Hann gaf mér þær reyndar, en seinna kom Pétur Arason og sagði að Hreinn hafi gefið sér þær og tók þær. Hreinn sagði mér síðan að þetta hefði verið einhver misskilningur og hann hefði gefið mér þær og ég ætti þær að eiga þær. Sú saga verður bara að vera eins og hún er. 3. sýningin var performance sem ég framkvæmdi með kettinum Kríu. Ég keypti 12 tvinnakefli í fjölbreyttum litum og við Kría lékum okkur með þau. Og litböndin flæktust og útkoman var svo hengd í loft gangsins og cirka 20 cm frá veggnum. Nýlega tók ég svo portrettljósmyndir af mér og Kríu vegna 2 yfirlitssýninga á verkum Hreins í Sviss og í Bandaríkjunum. Við höfum líka talað að ég endurtæki performansin með kettlingi sem væri fjörugur en Kría sem var táningsköttur. Ég ætla hér að flytja 3 símaperformance okkar Hreins og hef þá stutta út af ræðu tímatakmörkunum. Við Rakel vorum að keyra á Skarðsströnd í Dölum. Hreinn hringdi sem oftar. Hreinn, hvar ertu? Ég, á Skarðsströndinni rétt að koma í Saurbæinn. Hreinn, já, Saurbæinn. Steinn Steinar sagði mér að Saurbærinn væri fagur og stelpurnar væri fallegur og ættu sér enga líkar. Þær væri með blik í augum. Ég úr Miðdölum maldaði í móinn, það er Hreinn sem talar ennþá. Þær voru svo gráar og gugnar í Miðdölum, sagði hann. Ég man eftir böllum í Saurbænum, þetta er nokkuð til í þessu hjá Steini. Hreinn, já, ég kom seinna í Saurbæinn og svei mér þá. Þetta var rétt hjá Steinari. Þær voru fagrar með blik í auga. Annar performance. Hreinn, halló, hvar ertu? Ég er norðan við Hofsós á grasbala rétt yfir klöppunum og fjörunni og beint fyrir framar í Strangau upp úr sjónum. Hreinn, getur þú ekki tekið mynd fyrir mig? Ég get gert verk úr þessu. Það voru mörg slík símtalsverka og eitt þeirra síðasta var þegar hann var að tala frumform allra forma, blóm lífsins, sem er til í
öllum menningarsamfélögum og verk sitt í fjörunni í Búðardal og ég hliðið mitt á Höskuldsstöðum og blómlífsins sem fólst í hringrásarhugmyndunum þar. Báðum fannst verk hvors annars góð og væri réttast að þau væri keypt og höfðar þar sem eftir væri. Sá síma performance er of langur til flutnings hér, en ég ætla þó að segja á síðasta verki nokkuð saman. Morgunin sem Hreinn dó sendi ég honum e-mail og bauð honum að sýna í ganginum, eins og við höfum margoft talað um. Nú getum við gert sýningu, sagði ég, í skeytinu. Hreinn hefur dáið leið og ítt á sendtakkan. Stefán eiginmaður Báru, bróðurdóttur Hreins, kom klukkan 10 morgunin í spjall og kaffi. Hann var varla komin inn úr dyrunum þegar Bára hringdi og Stefán sagði að hann þyrfti að fara. Það væri eitthvað áríðandi. Þegar hann var farinn opnaði ég símapóstinn minn og þar var skeyti frá aðstoðarmanni Hreins og þakkaði mér skeytið og sagði Hreinn hefði dáið þennan morgun. Og rétt á eftir ég skeyti frá Stefáni sem sagði mér af láti Hreins. Þessi hringrás er eiginlega 4. einkasýning Hreins í ganginum og verður þar með öllum sýningunum sem eftir eru. Mér er hugsað til Hreins og hans fyrstu sýningu í ganginum og svo allt sem var með okkur, dalamönnunum eins og hann byrjaði oftast á að kalla okkur í upphæð hvers samtals. Takk fyrir. Þegar ég hugsaði Hrein Friðfinnsson, þá hugsaði ég fyrst og fremst örlæti. Ég kynntist Hreini fyrst árið 2010. Þá fékk ég þá fáránlega hugmynd að hafa samband við hann og biðja hann að fá að nota eitt frægasta verkið hans, Attending, utan á geisladisk sem ég var að gefa út sjálfur á eigið pínulitla útgáfu fyrirtæki, D&D, á Íslandi, og verkin á diskinum voru eftir Bach og Chopin og ég var náttúrulega eins og svo margir aðdáandi Hreins og mér fannst einhvern veginn að þetta verk fangaði akkurat sambandið á milli Bachs og Chopin og ástæða þess að ég var að gefa út þennan disk með þessum verkum. Ég skrifaði Hreini bréf, handskrifaði, og svo heyrðumst við í síma og hann var svo örlátur að leyfa mér að nota þetta verk og það er í rauninni ótrúlegt eftir á að hyggja af því að ég átti auðvitað ekki krónu til að borga fyrir og það kom aldrei til neinnar borgunar og hann var bara allur örlæti og hlýja og eftir þetta tókust með okkur svona kærleiksbönd og vinátta og við vorum í sambandi því að hann var jafn vel inn í tónlist og hann var inn í myndlist og þegar ég kom til Amsterdam reyndi ég auðvitað að hitta hann og bjóða hann á tónleika og hann kom að opna tónleikann í Hörpu. Það var held ég launin sem hann fékk fyrir að nota þetta ótrúlega fallega og þekkta verk sitt utan á þessa indie geisladiska útgáfu. En eins og ég segi, Hreinn var bara eins og nafnið ber með sér einhvern veginn hreinn kærleikur. Yeah, next to the stage is Cassandra Edlefsen Lash. Welcome to the stage. Ren has shared with all of us tremendous sensitivity. A sensitivity that layers and meshes and stretches our senses. Like seeing through a smile, how it welcomes the world to happen. In his honor, I invite you to attune your sensitivity in a short guided meditation. Please feel welcome to be as you are and to travel in time and space freely. Eyes closed or open. Let's first have a little, let's say, sound check for our bodies here. Is everyone feeling the temperature of the room? If you can feel the cold, good, you are ready. We can also give our egos a little permission to have a break. You have a 3-minute break now, just taking a nap.
Quiet your experiencing, inside, outside universe. Tune into your heart, how it draws in gravity. Feel it, this concave pulling in nature. Hold on to the pull and extend your presence beyond this room. You are standing in a meadow or a lava field in front of a drawing in space, a house turned inside out, now a frame. Approach it, step inside the structure, and return. Return to your heart, to this place of intense gravity. Feel how this force unfolds, expanded outwards, wider and wider in all directions, stretching until it finally curls and wraps back around the entire universe. Hover here, still anchored in your heart. Now draw back in, pulling with you the entire universe back into the heart's flow, circulating. Continue this motion, following it down to the stone, the steel, the skin of the flower, zooming in to see the reflections around you, mirroring into infinity. Hold this space, hold this pace of perception, infinitely in, infinitely out. You stand now before one of Wren's works in the rooms above us. Fallen leaves gathered up and suspended at intervals down a corner of the room. Sense here the momentum, the falling and being held. These gestures present in the recesses of your being. Now, return to this present moment, the journeying, the loss, still reverberating among the hearts here. Open up to be within these waves, echoing in fragments of the sun, landing softly in your hand, and suspend here, in closeness, with Wren, with us. Næsta svið Oddný Eir og hún ætlar að segja nokkur orð. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Ég kynntist Hreini sem blaðamaður. Ég var beðin að taka viðtal við hann fyrir tímaritið Sjónauka og stuttu síðar þá pantaði hann tíma hjá vinkonu sinni Erlu Stefánsdóttur og bað hann að mála árurnar okkar, eða teikna. Af því hann langaði til að vita hvernig tengslin okkar á milli væru á litin. Og hann var fyrir mjög miklu vonbrigðum þegar hún teiknaði bara mín áru og hans áru, en teiknaði ekki tengslin. En ég held nú að hans ævistarf hafi svolítið verið í því að teikna tengslin, og þegar maður ætlar að vera bara faglegur blaðamaður eða
rithöfundur eða kveðina og tala hrein, þá byrjar maður einhvern veginn alltaf að tala sjálfan sig sem dálítið skrítið og að því hann og allir lentu í einhvers konar ástarsambandi við hann og það var svona kannski pínulítið love og hate en alltaf meira love held ég og þegar ég gaf honum svona ljóðabók í afmælisgjöf og svo ætlaði ég að fara að lesa úr henni núna þá var þetta bara svona eins og einhver ástarljóð og ég bara biðst afsökunar því þetta eru raunverulega ekki ástarljóð, þetta á að vera myndlist og ég les svona einhverjar bara nokkrar tætlur úr þessu ekki mjög langt, ég ætla að taka tíma. Smá bein handa hreini, opnast skrín flauelsklætt í svefnrofum, gráhvít bein á botni, smá bein en af stórri skepnu, gráum hesti, ég reið honum berbakt, heyriði hljómana sundraða samhljómana, heilugu beinin bera uppi ofvaxnar fyrirætlanir, myndir ástir sem verða engu, nær engu, en varða þó leiðina áfram fetið inn í óvissuna. Sívalningar blás okkur í brjóst söknuði. Hann hitti mig þar, lagði jarðteikn í lófa. Heiladinglar ókunnugir slást saman, heyriði hljómana sundraða samhljómana. En takturinn viss í hreyfingu af hárfínum hugsunum sem skarast í skrykkjóttu munstri. Á Riddaratorginu hlæ ég ljósgulum hlátri og þú strýkur tár með handarbaki úr augum, hemjandi fliss. En svo frussast brauð og síld yfir rauðkoplött borð. Okkur léttir í skilningunum, svo sjaldgæfum skilningunum. Opnun, afbyggð girðing, afmáð öll mæðuveiki mörk. Örlætið þitt brú á milli borgar og móa. Ég sá þig fyrst brotið höfuðið bar við endurreisnar vegfóður á hótelandir í mýrinni, api í rólu, kanín í leðurtaumi, öskrandi úlfur, gúmmihjúpað villisvín. Mér sýndist þú vera heimspekingurinn sem vippaði sér út úr akademíunni endrum og eins í leðurklæðu með svipu og skrifaði formgerðir fangelsa, en þú beygðir þig niður til að reyma og hristir hausinn. Ég vissi að líf okkar ekki næturlíf, okkar ást aldrei alvöru, og varla við myndum snertast. Hann var óorðaður samningurinn, áskorinin, að snerta hvort annað með orðum, með myndum, með tónum og röddum. Ég sé þennan samning í duftinu, í drullunni núna og spyr, kannski komið nóg af fagurfræði? Þú mátt þykjast dauður, en ég hvísla í eyra, kissi á augnlok, geri krossmark á bringu, reynum að deyja ekki alveg strax. Við eigum framtíðina fyrir okkur miðað við loftsteinatímann. Í síðdeginu þegar, hún skildi eftir, ég svona taka út líka alltaf versta hún skildi eftir ástarbréf á japönsku dömubindi, smegði undir undirskál. Í síðdeginu þegar skuggar staðbundinna goðsagna skutust leituðu við skjóls í litlu húsi sem sneri öfugt en hýsti heiminn og ástina. Þú hnepptir mig á kolsvarta filmu með rjómahvíta andspyrnuhúfu og ég náði þér á hringhreyfingu í ólífufrakkanum með uppbrettan kraga og leðurder. Snertingin var þá að verki. Og væmi sem kemur næst, ég editera það hér með, þetta svona alveg vill verða og væmið
Já, svo kemur bara það munar árin, þrungin kvíða, innantökum, angist, innsláttarvillum og sorg. Þetta svona brot úr ljóði. Og svo kemur svona ljóð sem eins og mjög mikið ástarljóð, en ég held að flestir hérna sem hafa verið í samskiptum þekkja, það þessi bara erfiðleikarnir við að halda tengslum í gegnum síma, einhvern veginn, þar sem allir eru svolítið þreyttir á símanum í sjálfu sér, en Hreinn var auðvitað listamaður í síma og þá stundum kannski náði maður ekki í símanum eða svaraði ekki í síman svona. Og mér langar í uppgjöfinni langar mig að finna þig, segja ég skilji það núna að síðar yrði of seint, fyrirgefðu mér því ég hló og reif kjaft við örlögin og þig og við hlóum eitthvað áfram, við gátum þá það. Í miðaldaborg okkar slær sólúrið hægar eða slær ekki neitt, en við og menn okkar stefnumót fylgjum ofnæmum nefonum innum kvenskapa lagaðar dyr, varðaðar dýrum og dýrlingum, hauslausum sumum inn í hvelfingu og myrru, inn að hliðarhofi, innst við öldurinn, áttirindu hörgana, opin skápur, ilmarkífið okkar. Mér langar að strjúka höfuð og græða sár, en ég get það ekki. Þú heilaga móðurlíf, þokka fulla hjartaþel, byttu fyrir okkur sundruðum, berðu smyrsl á sárin, sprengt upp innsigli og hömlur, tættu upp kreddu og vaks. Það ekkert of seint að elska. Heilögu bein, heilögu smábein, brendu bein, muldu bein, í 700 keri, úr sólbrendri drullu, það eru vel umbúin grunnform, duftkendur söknuður og jörð. Heyriði hljómana, sundraða samhljóma og sívalningar blás okkur í brjóst, söknuði. Takk. Hi everyone, my name is Hans-Ulrich Obrist. We are all here gathered to celebrate the life and work of one of the most important artists of the second half of the 20th and first part of the 21st century, the inimitable, wonderful, magical Wright Frithionsson. I came across Wright's work for the first time at the very beginning, really, of my work as a curator in the early and mid-90s through conversations with artists. Wright was one of the great artists of our time. Artists adored him, admired him. He inspired artists of many different younger generations, and I always remember that it was really the lyricism and stark poetry that transcends, in a way, the often commonplace subject and material that he actually uses to create his pieces, which is really of great inspiration, not only to artists, but of course also to the public. For me, one of my favorite pieces of Wright is actually the very first work of his which I encountered, and I encountered it through hearsay, through rumor in the first place, and that is, of course, his archive of rumors. And he said that he collected personal secrets and invited people to send him theirs, looking forward to learning them, and always so promising to keep them very carefully. And as Wright told me in a conversation, these artworks in the 1970s, which we then actually published as a point d'ironie in an edition of more than 100,000 copies, we really wanted to disseminate it to the world, which of course was also the subject matter of an exhibition Chris Gruithuisen did at the Kunstverein in Amsterdam. Wright at the time told me, if you acquire somebody else's secret, you must keep it as long as you live. So it's a great responsibility. He also told me that you cannot pass it around, because then it's of course destroyed. It no longer is a secret, and that of course was the main point of the work, the very nature in a way of a personal secret. Another, for me, unforgettable experience was, of course, working with Wright intensely on a retrospective at the Serpentine. I had joined Julia Peyton-Johns in London in 2006 at the Serpentine, and one of the very first projects we did together, we programmed together, was actually the retrospective of Wright, which became an amazing success and had almost 100,000
visitors, one of the most successful exhibitions at the Serpentine of that very decade. I remember also that we talked a lot with Wright about archives, that we talked about process and archive. An archive I don't have, Wright told me, I just have memories. That made me think of Ungaretti, when Ungaretti says the only thing in the way we have is memory. And of course, the privileging of active memory over the physical process of categorizing and organizing an archive really shows Wright's interest in using memory as a fluid and flexible material. Wright forever, forever, forever Wright. Já, næstur á svið eru Styrmir Örn og Arnar Ásgeirsson og þeir voru samstarfsmenn Hreins til margra ára og þeir ætla að flytja lagið Split in Two sem eftir Hrein. Gjörðu þið svo vel. They are performing a song by Hrein himself. Ja, goedenavond Julian met Vincent. Mag ik even een bestelling doorgeven? Sorry? Ja, dat is eenmaal entrecote, kalfsentrecote alsjeblieft. En eerst die entrecote vis, is dat hetzelfde? Dat is perfect, dat is eenmaal zo voor mij. Ja, en één kleine portie aardappels met mayo. En twee maal sla. 2 maal muntthee. En 2 maal munt, ja. En 1 maal tomaatje. And hopping on a moonshine, moonshine, moonshine. Dat is helemaal perfect. Deze krijg je uit, natuurlijk. Wat zegt u? Ja, super. Bedankt. Ja. Dank u wel, fijne avond. Tot wel. Snaddu, bila. Pekka. I'm sorry, I'm late, but I suffered a delay on the way. I was struck by a line, it split me in two. So I wonder, how did it happen that I'm here, coming from there. Excuse me, I'm late. I suffered a delay on the way. I was struck by a lightning that split me in two. Wanna know how I managed to be split in two? Good question. The answer, I ain't got a clue. To be or not to be, that's the question. But we only can see only one, only you. True! I left my other half at home.
But coming up soon in a museum near you, a man who was delayed on the way got struck by a lightning that split him in two. So what you wanna do with this man split in two? I said, what you wanna do with this dude split in two? I say that we put him on the floor. And then we split him up some more. And if we go through the trouble, we might realize that we would really like to split him up even some more. I'm sorry, I'm late, but I suffered a delay on the way. I was struck by a line, it split me in two. So I wonder, how did it happen that I'm here, coming from there, To tell you the truth, I ain't got a clue. Do you? Úðar þú við eyjar blá, sestur öðrum, blómin fagur hvenna glá, kalla eftir þín vöngum. Takk fyrir þetta. Níels Hafstein, vinur Hreins, komst ekki. Þannig að ég hef þann heiður að lesa hér texta sem hann sendi. Hreinn Friðfinnsson. Það tregablandin tilhugsun að geta ekki lengur rætt við vin sinn í síma til að þenja vængina með honum víðáttur hugmyndaflugsins. Það slétt 50 ár síðan við kynntumst í Amsterdam og bar aldrei skugga á. Við sýndum saman í Nýlistasafninu, hann tvisvar fyrir norðan í safnasafninu. Í síðara skiptið bjuggum við til stórt verk í félagi atburð sem varð þegar hirsla með óhreinum grænum glermunum hvarf, en birtist aftur að ári liðnu og allir hreinir, ilmandi og skínandi. Við vorum hallir undir hliðrana heima sem byggjast á tilgátu vísindamanna Geimferðastofnunar Bandaríkjanna þá vitneskju sem mannkynið fær aðgang að á orkupunktum og höfðum til marks það sem gerðist oft hér í húsunum komið úr annarri vídd, til dæmis hljóð sem birtist í þrívíðu formi. Við skoðuðum tæki byggð á fráhrindandi svo sem vassperlur sem leita upp á við og ýmis önnur undur sem hægt verið að nýta í verk án þess að útfærslur okkar rækjust á og vorum eins og ungir drengir í þessum pælingum. Hreinn vakti yfir velferð og framtíð listar sinnar og setti á laggirnar sérstaka stofnun utan hana. Hann var í daglegu símasambandi við
listhúsafólk og sérfræðinga víða heim. Tók þátt í alls konar samsýningum og fannst áskorun að búa til verk á þær. Verk hans vöktu allstaðar athygli og má nefna sýninguna For Time Being í MOAD, Museum of Art and Design í Florida 2021-2022 sem spannaði 6 áratugi en fáir gestir hennar höfðu séð slíka fáun, nýmæli og töfra og var hrifning þeirra nánast lotningafull. Myndlist Hreins yfirleitt einföld og tær, vitsmunaleg, reist á ítarlegum rannsóknum. Hún fagurfræðileg, frekar en tilfinningaleg, spegilmynd persónuleikans, aðdráttarafl skálds sem gefur skyn. Hún kímni, stríðni, blær úr leynihólfum, veisla æskunar í farangrunum sem augað nemur, dularfullur hljómur og djúpur taktur sem menn leggja eyrun við án þess að tíminn deyfi eða fargi ánetjaðri tilfinningu. Árið 1981 hafði ég ásamt Sigurði Guðmundsssyni listamanni í Amsterdam umsjón með sýningunni Yfir hádegisbauginn í Museum Fodor. Hreinn bauð mér að liggja á dínu í nokkra nætur. Sagðist þurfa að snúast úti ég kæmi en íbúðin yrði ólæst. Til að hafa eitthvað fyrir stafni og launa næturgreiða sópaði ég saman auglýsingum við útidyrnar og lét í poka og tók til í eldhúsinu. Að því loknu lagaði ég kaffi og settist við borð í stofunni. Fljótlega heyrði ég í Hreini fyrir utan og innkominn sagðist hann varla þekkja staðinn. Þú hlýtur að vera þreyttur, drengur minn. Gekk svo burt og hitaði vatn í vaskafatt sem hann lét á gólfið fyrir framan mig. Sagði mér að fara á sokkum og bretta upp skálmar. Sótti annað fatt. Nú með köldu vatni, kraup á kné fyrir framan mig með handklæði hálsinn. Síðan hófst hljóðlát athöfn á þekk þeirri sem segir frá í Biblíunni, þegar frelsarinn laugaði fætur fátæklingana forðum daga. Svo látlaust og yndislegt viðbragð við hvatvísi sjaldgæft, ógleymanlegt, innlagt í minnið og snertir strengi hjartanu eftir öll þessi ár. Það var Hreini eðlislegt að hafa áhuga á fólki, gera öðrum til góða, hvetja ungt listafólk og rækta sambandið, spyrja fjölskylduhætti, líðan og aðstæður. Það var líklega arfur úr sveitinni, hann var unglingur í samhljómi náttúrunar, vor með nýfætt lamb, í fangi, að blásíða lífi, undir heiðum himni og kannski mjó lækjarsitra við hliðans með ilmandi díagróðri, grænnislíki og kvistli. Flæðið í vatninu, hjal, í fjarlægð eyrans. Flæðið í vatninu tár, í nálægð augans. Flæðið í vatninu ljóð, í kjarna hugans. Gefum Níels Hafstein gott klapp. Next to the stage is Jana Foke. She is from the Friðfinnsson Institute and she is going to say a few words. Welcome. Hi everyone. Ooh. Hi, my name is Jana Foke. Indeed, as I was introduced, I am here on behalf of the Hrinn Friðfinnsson Foundation, together with Rob van der Ven, who is sitting here, and Styrmir Orn Gudmundsson, who is sitting there, and who just made all our hairs on our backs stand up straight, with that beautiful fragment of hearing Hrinn's voice, which was, to me, very touching. I know that some people who were anticipating my talk were afraid that I would come and talk about the reason for the foundation and that I would introduce to you the stats and the figures, the yearly reports, and with a presentation PowerPoint to fit. And indeed, I am here to talk about the most important thing of the foundation, which is, of course, Hritt. It is without doubt the saddest thing to have to start a foundation
because that means that actually the person you're doing it for is no longer there. What we want to do on a macro scale is what we all here have been doing on a micro scale, which is to make sure that Hrit stays in the front view that he deserves, that his work can be disseminated, and that in the long run we can do what Hrit also provided for so many young Icelandic artists, many of whom also passed through the room here. I see Saimi, I see Styrmir, I know Halla is here around, Hrafn couldn't make it, but there's so many people that Hrit touched and became almost like a harbor for when they landed as young artists in Amsterdam, and that's something definitely that we as a foundation want to put our back into. First, however, we want to make sure that his final work, Traces, still is finalized. I think it's so incredibly important to make that happen. And I think perhaps most of you have felt his eerie presence when we walked into the exhibition earlier, where in his own words he said something so beautiful to the anecdote I was about to share with you long before I knew I was going to hear it from himself. He writes, or he says, "We're constantly touching things that come our way. A person leaves a trail of fingerprints throughout life. We touch people and they touch us." I was standing in my apartment in Amsterdam. It was 2017, and I had helped Hrin and Christ shred personal secrets as my first job in Kunstverein, which I now run as a director. And I was staring out the window to a vine, which turns beautifully green in summer, yellow in autumn, and holds on as one of the last trees, refuses to let go of the leaves until they're completely, beautifully blood red. And I was looking at the leaf as it was blowing itself away from the tree through a gap in the window, and I opened my hand and it landed in the center. And I was so struck by the beauty of that moment that my mind went, I need to call Hrit. So immediately I called him to share this, and he said, "Oh, how wonderful." So I sent him the leaf, obviously. And somehow there's places in Amsterdam that I cannot pass without thinking of him. And like many of you here, I have not erased his phone number from my phone. I think it's a phantom pain that we all would like to hold on to for a little bit longer, just in case he wants to give us a call on a Friday night, on a Tuesday morning, prefacing his sometimes long, sometimes short phone calls with, if it was a good moment, and it always is. And for us as the foundation, that's what we want to do. Make sure that there's always time for a phone call, always time for Hrin, and with the longevity that he deserves. So thank you. Let's continue. Blessaður sæll. Hvað segir gott? Ég var búinn að gleyma ég fekk beiðnum að skila inn einhvers konar, að skila inn contribution í útgáfu niður í Feneyjum, manstu ekki eftir þessu? Þetta, ef ég gæti komið þessu á þig, að ég þarf að reyna að yrkja eitthvað pínlítið
hérna lækinn bara eða annarkvæmt lækinn eða gilið. Við semjum bara hérna landslag, við semjum bara landslag, við gerum nákvæmlega þess að við gerum bara það sem ég beðið að gera og ekkert minna eða meira. Eigum við ekki þá bara að gera þetta? Segjum þetta kannski. Verðum saman morgun, já, bless. Halló? Ég segi nú ekkert gott. Ég í basli með tölvuna. Hún virðist vera frosin, eitthvað svoleiðis. Það var, ég var á Skype-fundi með manni og þá hrökk allt í baklás. Maðurinn ennþá þarna á skjánum, bara botfrosin. Og já, hringur, það náttúrulega bara hringurinn sem að hjólið sem snýst. Og það í frumlitunum og það reyndar sko meira en það er líka það nú reyndar, ber meira á grænu og rauðu og gult, skulum sjá. Þetta í öllum regnbogans litum, bókstaflega. Þetta í öllum regnbogans litum, þetta hjól. Það nú pínu lítið, sko. Ég þarf að prenta út brottferðarspjaldið mitt. Já. En var ég ekki búinn að segja þetta? Ég að fara til Íslands. Ég að fara að sýna. Nú já. Já, hérna, ég nú skal ég segja þér að ég hef nú ekki langan tíma núna vegna þess að ég þarf aðeins að huga hérna að smá vinnu. Þannig að við tölum seinna eða Skype-um eða eitthvað, er það ekki? Já. Já, þetta var brot úr kvikmyndinni Æ ofan í æ eftir Ragnheiði Gestsdóttur og Markús Þór Andrésson frá árinu 2014. Þau dvöldu með Hreini á vinnustofuna hans og myndinni vindu bara áfram svona í gegnum verkin hans. Við sáum þarna Hrein og Katti Átinen sem að leikur vísindakonu á vinnustofu tímans. Þá komið að Haraldi Jónssoni og gjörningurinn Tvinn. Hann var frumfluttur í Hafnarborg 2014 og hefur verið framinn víða síðan þá, meðal annars í Nýlistasafninu, Kunstlerhaus Bethanien í Berlín og verkið tekur mið af aðstæðum hverju sinni. Flytjendur eru Indriði Arnar Ingólfsson, Kristín Karolína Helgadóttir, Dýrfinna Benita Basalan, Salka Rósinkrans, Gylfi Fríland Sigursson og Haraldur Jónsson. Og það er einlæg ósk flytjenda að það sé algjör þögn á meðan á þessu stendur. So, there's gonna be a performance and please be silent while it's going on. Velkomin á svið. Lítið þið fyrir aftan ykkur.
What Rein Friðfinnsson taught me first was, in order to see the world, you have to slow down. Slowing down. I was curious about his sensitivity already when I was a student. And I always wondered, how could he see that? How did he see that? Why did he have that idea? Where did this idea come from? Because it struck me that I had overlooked something of this kind of quality. And later, I thought about this notion of how can you take an everyday object or something that is so well known, kind of familiar, and make something so poetic and important and essentially very large scale in mental terms, if you want. Where did he have that? Where did he have that capacity from? See, now, later on again, I came to the conclusion it's because he's so slow. He's so good at slowing down also, and it seemed to me that he also enjoyed it. He was not afraid. He was not afraid of the honesty of slowness. I myself have had periods in my life where slowing down seemed like a threat. And in situations like that, it's good to see that there are people who have professionalized the distinct ability to see things that you can only see if you slow down, right? This means that if you slow down, you see things that are otherwise invisible because you're simply going too fast. Things open up when we slow down, open up to the way that Rein saw things. It was unique, it was genius, it was fantastic in the sense that, wow, this pebble on the beach might be the most important pebble on every beach in the world. But only he had the patience to see that. And I'm not talking about slow as being opposed to speed, like fast, right? No, it's a kind of attention. It's like openness, to be open for artistic, visionary ways of seeing things.
So I want to commemorate, I want to celebrate and honor Hrein for this particular skill, because it seems to me that it's still so important. If slowing down brings us to a more open place, and if openness actually allows for a degree of vulnerability, self inquiry, maybe conspiring with slowness to see the everyday things around you in the way that Hrein saw it, would let us see more and let us see things that are right in front of us that we have not seen before. The beauty of the world, not when looking at the horizon far away, where we have to go as fast as possible. No, but looking down, right? Down and around, just here where we are. There's everything that we need right here. And if we embrace Hrein's way of seeing, we also embrace the fact that this is it. This is the world around us. This is who we are. And we are gonna be okay. We are good enough. We still have to work, we still have to do things. There's a life to be lived. But essentially, this is not so bad. And for that, I'm really grateful to him. Being always worried about everything, right? Not always, but often. So to Hrein, thank you for showing me how to slow down. Næsta svið Sólveig Eir Stewart. Hún var aðstoðarmanneskja Hreins í lífi og starfi. Gjörðu svo vel. Daginn spurði 5 ára sonur minn hver það væri sem ætti þetta hvíta andlit sem hangir á eldhúsveggnum okkar. Ég sagði honum þá frá vini mínum, honum Hreini Friðfinnssyni, og hvernig ég fékk einn góðverðisdag í Amsterdam að taka afsteypu af höfðinglegu andliti listamannsins. Þegar ég flutti aftur heim, tók ég að sjálfsögðu afsteypuna af andliti hans með mér og skildi eftir hjá honum afsteypu af mínu andliti. Þessi gjörningur átti að koma í veg fyrir söknuð á báða boga, en þrátt fyrir það byrjuðu flest okkar símtöl á orðunum: Jæja, Sólveig mín, hér ríkir mikill söknuður. Eftir að hafa heyrt allar sögur mínar af Hreini, nefndi sonur minn eitt tuskudýranna sinna, herra Kolkrabbi Friðfinnsson. Og já, hann stór, gulur og virðulegur kolkrabbi sem mér farið að þykja óskaplega vænt um. Það orðið nokkuð langt síðan ég vann fyrir Hrein, en tíma mínum með honum mun ég seint gleyma. Já, ég vann fyrir hann og sinnti ýmsum verkefnum sem sneru að því, en fyrst og fremst eignaðist ég afskaplega góðan vin. Samband okkar var fallegt, jafnvel rómantískt á köflum. Á tímabili þegar skortur var á húsnæði í Amsterdam, bauð hann mér að búa með sér og í kjölfarið urðum við svolítið eins og gömul hjón. Rútínan okkar varð samofin. Ég svaf á japönskum fúton á stofugólfinu og vaknaði við bröltið í honum á morgnana og svo fengum við okkur kaffi. Hann upplýstur í morgunsólinni í brúna hægindastólnum sínum og ég á móti. Vanalega spurði hann hvort mig hefði dreymt eitthvað og hlustaði á frásagnir mínar með einlægri forvitni.
forvitni sem marga virðist skorta. Hann var mikill drauma áhugamaður en honum fannst þó allra skemmtilegast þegar hann sjálfur kom við sögu í draumunum mínum, sem gerðist ósjaldan. Þessi einstaka forvitni sem hann hafði var eitthvað sem virtist halda honum opnum fyrir núansum, töfrum og kraftaverkum daglegs lífs. Einnig var hún að mínu mati drífandi þáttur í listsköpun hans. Art is a way of life, sagði hann stundum, og þannig lifði hann með réttu. Í seinasta skipti sem ég talaði við Hrein var það í draumi, cirka 2 vikum eftir að hann kvaddi. Ég fann fyrir samviskubiti að hafa ekki heimsótt hann að minnstakosti einu sinni til viðbótar og ég fann líka fyrir samviskubiti að hafa ekki dreymt hann fyrr. Já, samviskubitið hefur verið minn akkillesarhæll. Hreinn orðaði það á þann veg að það byggja einhver pínulítill smáborgari í mér sem ég þyrfti nú að fara að losa mig við. Hann hafði ekki rangt fyrir sér. En eina nóttina, eftir langa bið, var ég loksins mætt á hótelið. Flauelsgardínur, góldúkur, veggir, allt djúbrautt og gullslegið. Ég gekk frá móttökunni, upp tröppurnar. Á lendingunni var kliður, þéttsetin hringborð þöktu salinn. Þjónar í kjólfötum þustu á milli borða með mat og drykk. Og þarna, á borðinu næst mér, sá ég kunnulegan baksvip þinn. Þú varst djúpt sokkinn í samtal við fólki sem satt næst þér. Mondrian, Cohen, Einstein, Klein, Godard. Fegin að hafa loksins fundið, snerti á þér öxlina og þú snýrið þér við. Þú varst hissa að sjá mig á þessum stað. Þú sagðir kurteisislega, hlýlega, en með vott af pirringi í röddinni. Æ, Sólveig mín, ert þú hér? Já, gott að sjá þig, elskan mín. En þú sérð að ég er alveg voðalega upptekinn. Allt svo, við vorum hér í miðju samtalið úr skilur. Þú vísaðir til nýfundnu vinana með léttri handarhreyfingu. Ekki vera að hugsa mig. Við hittum seinna. Já, þú heimsækir mig eða ég heimsæki þig. Þú þarft núna fyrst og fremst að hlúa að þér. Með þessu sneruðu þér aftur að samtalinu og ég vaknaði og hélt kannski að þú yrðir aðeins glaðari að sjá mig. Já, þannig fór sá draumur og með draumnum hvarf samviskubitið. Ég las einu sinni að í lífinu kjósum við okkar eigin dýrlinga. Hreinn var og er einn af mínum og ég tel líklegt að hann sé það fyrir mörgum öðrum hérna inni á einn eða annan hátt. Takk fyrir mig og takk fyrir allt, elsku Hreinn. Hittum seinna. Takk fyrir.
したところ子熊の額の上は空のめぐりの目当てSvona sígur á seinni hlutann. Næstur á svið Kristinn E. Hrafnsson. Hann ætlar að koma hér upp og segja nokkur orð. Gjörðu svo vel. Ég á að koma lítið við. Ég kynntist Hreini fyrir mörgum síðan og vann með honum í samstarfslifnaði. Við gátum ekki meira. Det Mortuis Níl Nýs í Bónum sögðu Rómverjar. Árið 2013 var Hreinn með einkasýningu í 8 sem kölluð var Portrait of a Sculptor as a Sculpture with a Sculpture by the Sculptor. Portrætt af myndhöggvara sem höggmynd með höggmynd eftir myndhöggvara. Ég myndhöggvarinn sem ég sagði til og skúlptúrinn sem þarna nefndur portrætt af Hreini eftir mig sem einnig var á sýningunni. Hér sjáum við lítið brot og vídeóverki sem ég gerði af þessu tilefni og var kallað Set to Spin, 7 Spinning Top Attempts. Komið á stað 7 tilraunir með skopparagrímu. Þetta 5. tilraun. Ætla ég að flytja stutt ljóð eftir Þorstein frá Hamri. Sameiginlega okkar Hreins. Það heitir Ljóð vinda. Við erum ljóðabókinni með vakti. Það svona. Vel get ég hugsað að þýtur í trjánum sé tíminn og sé hort yfir víðlenda volduga skóga, líður hugan, sveipur af sögu. Með sín til hliðar yfir í fjarðaminnin. Segl vindamenn upp með sínulagi hver á fleyjum sem smíðuð voru hvert sínum sæ. Því haf hvert státar af sínum stormi. Æ skógar, tími, höf, siðvenjur, saga. Lækjum sínum biðja brekkurnar griða. Á eina lund í einum misvindasömum heimi. Takk fyrir. Mér langaði aðeins að svona hver þessi háróma mjóslegni maður sem hér stendur og hefur hér kynnt þessa athöfn. Hvernig stendur það því að hann hér staddur? Já, ég var sem sagt svo heppinn að vera á þessum hringilista í þessari símaskrá og af svona einhverjum óútskýranlegum ástæðum þá hringdi hann stundum í mig. Það var mjög random hvenær hann hringdi mig. Ég ætla nú ekki að tala mikið um þetta símamál. Það er nóg komið að því sem skiljanlegt er. En ég kynntist honum fyrst þegar ég var 13 ára með foreldrum mínum í Amsterdam og hann fór með okkur í göngutúr og það eru 34 ár síðan og þá það var nú alltaf eins og hann væri alveg að fara að labba fyrir sporvagn
en einhvern veginn svona var það eins og sporvagnin í eina skipti sem að sporvagnar fara út á sporinu á þess að detta á hliðina, þá einhvern veginn fóru þeir alltaf einhvern veginn fram hjá honum. Ég hélt fyrst að hann væri sko blindur eða sjónlaus, þessi vinur foreldra minna, en hann, svo sá ég á jörðinni svona útlínur, svona eins og þegar maður sá í Derrick þegar maður var lítill, svona í glæpaþáttum eða það sem búið svona útlínur líks, eins og eitthvað lík hefði legið þarna, og ég var svolítið skelkaður og sagði, herru, það er eitthvað búið að drepa einhvern hérna, það er hræðileg borg hérna, þessi borg sem þú býrði hérna, gamli maður. Þá sagði hann, nei, herru, Raggi, þetta er myndlist, sko. Og þá, svona, þetta hefur alltaf lifað með mér þessi minning. Hvort það var myndlist eða ekki, eða ætla sem myndlist, þá allavega opnaði þetta eitthvað fyrir mér, þar sem ég áttaði mig á því, þarna 13 eða 14 ára, bara að listin væri víða. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur minningagrein sem ég skrifaði Hrein, sem ég veit ekkert hvort það birtist í helvítis mokkanum. Nei, djók. Nei, maður veit aldrei með mokkan, ég veit ekkert hvort þetta birtist þar. Þannig að mér varst þetta svona viðeigandi að lesa hana hér. Og já, ég bara skrifaði hana held ég daginn sem ég frétti að hann var í látin. Já, hún er bara svona. Ég er að horfa út um gluggann, ég sé sólargeisla skína á hús, ég sé ský myndast hátt uppi á himninum. Þar og allstaðar annarstaðar ertu, elsku Hreinn. Öll í þessum heimi hefðu gott af því að kynnast Hreini Friðfinnsinni. Hann var gjafmildur, góðhjartaður, forvitinn og alltaf yndislegur. Hann er besti listamaður sem við eigum og sem betur fer var hann svo heppinn að fá að búa til list. Sem betur fer fyrir okkur sem eftir lifum og ég held bara fyrir alheims samhengið í heild sinni. Hann var mér innblástur og hann sýndi mér áhuga. Hann sá mig og hann sá fólk. Takk fyrir það, elsku Hreinn. Takk fyrir að spurja alltaf út í allt og hlusta og segja svona mörg já og mörg akkurat. Þú varst leyndardómsfullur og einfaldur á sama tíma. Það var ein af gjöfunum. Nú munu sólarljós þín og regnbogar halda áfram að leiðbeina okkur, veita okkur fegurð og von, alveg eins og þú gerðir með forvitninni. Sú staðreynd að þú varst til gerði heiminn betri, skilningsríkari og ekki síst fallegri. Nú breytist staðreyndin í eitthvað allt annað og þú ljómar, lýsir og ljómar í gegnum verkin sem eftir standa, verkin þín, okkar allra, leyndardómar, einfaldleiki, minningarnar. Aldrei deyja, mér þykir svo vænt þig. Þannig hljómaði nú það. En já, takk fyrir það. Þá er komið að loka síkvensunum hér í kvöld, eða dag. Já, það má nú deilum það, hvort þessi dagur eða kvöld, akkurat á þessum tíma, sólarhrings. En nú er hér uppi að þessu loknu, kem ég hér með á framfæri, barinn er opinn og sýningin er opinn til klukkan 7 í kvöld. So after this, the bar is open and the show of Hreinn is open until 7 o'clock. So please feel free to go upstairs and mingle a jiggle. Já, þá er það Ólöf K. Sigurðardóttir, safnstjóri Listasafns Reykjavíkur. Hún ætlar að koma hér og segja nokkur orð og svo kemur tónlistarmyndband með tónlistarmanninu Smára Rúnari Róbertsinni sem Hreinn leikstýrði. Gjörðu svo vel, Ólöf. Góði gestir, leið og ég þakka ykkur fyrir komuna og fyrir að heiðra minningur Hreins Friðfinnssonar og deila með okkur ykkar minningum á honum, vil ég þakka öllum þeim sem komu fram og lögðu hönd á plóg til að af þessari dagstund gæti orðið. En sérstaklega þó Hreins Friðfinnssonar Foundation
galleríum erlendum sem innlendum og þá E8 gallerí sérstaklega. En það við hæfi að enda þessa dagskrá með orðum Hreins sjálfs úr verkinu Draumur frá árinu 1973. Verkið endurspeglar sveitamannin sem bjó í þessum heimsmanni leið og við skynjum næmi fyrir hinu óræða, lífinu, dauðanum, arfleiðinni, fegurðinni og því hvernig hjól tímans snúast knúin áfram af því sem við leggjum þeim til. Draumur. Mér dreymdi að ég væri út á túni með föður mínum framliðnum. Við vorum að taka saman hey og hlaða því á vagn síðan átt að vera dregin af hesti sem við höfum hjá okkur, heim í hlöðu. Það var mjög hlýtt í veðri og rökkur. Þegar við höfum hlaðið vagninn, hvarf faðir minn, en skuggi hans varð eftir. Ég vissi að ég átt að nota skuggan til að bera á vagnhjólinn svo vagninn rynni betur. Síðan átti ég að tengja vagninn hestum með strengjum, ofnum úr ljósi sem skinið hafði í gegnum hafið. Þá vaknaði ég. Þökk sé Hreini fyrir ómetanlegt framlag til íslenskrar menningar, eða til menningarinnar í heiminum. Takk fyrir.